Komið þið sæl og blessuð og velkomin í nýjan þátt sem við höfum nefnt Auðlindin. Ég heiti Björn Þorláksson og... Ég heiti María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Já, þakka þér fyrir að vera hérna með mér í þessu tilraunaverkefni sem þessi nýji þáttur á Samstöðin er. Já, þakka þér sömuleiðis Björn. Þetta er skemmtilegt og ferskt upphaf. Er það ekki? Jú. Hvað erum við að tala um? Hvers konar þáttur verður Auðlindin? Já, hún verður nú kannski ekkert mikið frábrigðin öðrum þáttum nema því leitinu til að hér verða gestir flestir í gegnum Zoom einfaldlega vegna þess að þeir eru á landsbyggðinni. Já, það nú tölum við breyting frá öðrum þáttum. Ef allir gestir þessa þáttar verða alltaf út á landi, er það ekki tómt tækniklúður hérna eins og núna þá við ætlum að vera komin í lofti fyrir 6 mínútum. Já, en falli farar heill. Falli farar heill. Já. En það er sem sagt Zoom-tæknin, við ætlum að gera þetta fjær með því að bara fólk er statt víða út um land með símana sína og talar við okkur þaðan. Já. Og ég held að það sé einmitt mjög mikilvægt og við erum auðvitað að þessu svona fyrst og fremst til þess að bregðast við óskum okkar hlustendur og áhorfenda sem eru á landsbyggðinni að sinna henni betur. Já. Og það sem við erum nú lítil og fá liðu þá er nú kannski ekki hlaupið að því að vera með stúdíuútsendingar utan af landi en við ætlum að fá að heyra bara í fólki í plásunum í staðinn. Já, við erum að auka við þjónust okkar og við erum einmitt eins og þú segir, við erum að sinna hópi sem að oft lítur á sig sem jaðarsettan í umræðinni. Já. Og ef fólk utan á landi er með í umræðu þá er það oft bara svona lítið skot með öðrum en þetta verður pínlítið skemmtileg tilraun að athuga hvort það verður ekki öðruvísi þáttagerð að fólkið í hinum ólíku landsbyggðum fái allt plássið frá A til Z og að sjónarhorn þeirra fái að blómstra. Já, líka, ég held að það sé svolítið mikilvægt að því að yfirleitt þegar landsbyggðin er köllin til í fjölmiðla þá er það til þess að ræða einhver svona einangruð landsbyggðar tilfelli. Mjög oft. Þannig að heyrist lítið í eins og vikusskammturum okkar og fréttum vikunar svona í öðrum fjölmiðlum og umræðu þáttum þar sem að koma margir saman. Þá eru bara því miður raddir landsbyggðarfólks að þær vilja oft gleymast. Já, og kannski er lýðræðislegt kombo og ég er svona sveitastrákur norðan á landi sem er lengst af alið manninn þar en þú ert svona Reykjavíkur-pía. Já, kannski kvikna aðra spurningar á þér en mér. Já, og það er einmitt líka mikilvægt að fá ólíka raddir hér að borðinu vegna þess að fréttamat okkar sem hér erum á höfuðborgarsvæðinu, það er nú kannski ögn ólíkara því sem að landsbyggða fólk lifir. Já, og fyrir mig sem var alltaf að vinna á stórum fjölmiðlum norður á Akureyri þá var þetta náttúrulega mikil brekka að koma inn fréttum í gegnum nálarauðið af landsbyggðinni. En það er ekki eftir neina bíða, við skulum kynna góða gesti þáttarins. Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, bóndi í Sveinungsvík í Þistilfirði, er stödd í miðjum sauðburði og ég held hún sé bara akkurat í fjárhúsinu. Ég hlakka til að ræða við hana sauðburð. Nú Haukur S. Magnússon, tónlistarmaður og vert, er með okkur. Hann er semst vert á messanum Ísafirði. Tjörfuhúsinu. Já, akkurat. Svo er Aðalsteinn Baldursson, verkalýðsfrömuður á Húsavík með okkur og og Einar Freyr Elínarsson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, er fulltrúi Sunnlendinga. Við ætluðum líka að vera með einn í viðbót. Herðu, já, það er hann Eyþór, hann er... Eyþór Stefánsson? Já, strandveiðmaður og það er eitthvað vont í sjóin fyrir austanskilt mér og lítið fiskri, þannig að hann gat bara ómögulega komið við að vera með okkur hérna í dag. Virkilega leiður yfir því, en hann ætlar að koma hérna í næstu viku og ræða við mig strandveiðarnar einmitt. En 4 glæstir fulltrúar, nánast af öllu landinu og ef við byrjum á þér Heiða, það er nú það er ekki langt síðan ég leit við hjá þér í sauðburði á Suðurlandi og þú kannski manst eftir því að við tókum mynd af þér sem þá birtist á forsíðu Fréttablaðsins. Þú hefur maður líka fylgst með þér í rúningi, þú ert ótrúlega öflug og flott manneskja. Hvernig gengur sauðburður? Svo við byrjum bara þar. Hvað er að frétta á sauðburði? Það er bara gott að frétta og komið þessu eftir.
það svona hápunktur á sauðburði núna, miður maí og það er mikill hasar, það er alveg hægt að segja það. Er það ekki? En gengur mjög vel. Frábært. Vinnurðu nótt sem dag? Nei, það er nú ekki alveg svoleiðis, sko. Við erum svo heppin að ég á breska vinkonu sem mjög góð sauðburðarkona, hún búin að koma til mín, var einmitt í þessum sauðburði heima, Ljótastöðum, sem þú varst að vitna í, og svo hún búin að vera, þetta 3. sauðburði hér hjá henni í Sveinvík. Já. Og hún tekur þessar næturvaktirnar og það spænsk stúlka núna henni til aðstoðar sem síðan í eldhúsinu á daginn. Já. Það er mikið, ég heyri, það er já, svona Evrópusamvinna í fjárhúsinu hjá þér, heyri ég? Já, það er sko, þetta er eiginlega bara, þetta er sauðburður á ensku mikið, sem er bara gott, sko. Heiða, mér langar svo til þess að biðja tæknimanni kannski að varpa upp þessari forsíðumynd ef hann með hana einhvers staðar handhæga þegar ég heimsótti þig. Nei, við erum ekki með þessa mynd, því miður segir tæknimaðurinn. En þá varstu með einhvern vagn sem að þú notaðir til þess að færa lömbin á milli og þótti mikil tækni nýjung eða hvað. Já. Það er nú þannig að að það er sko eiginlega sama uppsetning hér eins og er hérna, sko. Það eru 2 hús og þarf að færa á milli húsa og nú þetta búið að uppgreita að það eru 2 vagnar, þannig að það er þetta hér í kapp, sko, á milli húsa. Já. Og þess að lömbin eru bara sett í vagnin og ærin eltir lömbin sín. Þannig að lömbin er alltaf lítil og geta ekki, það er ekki hægt að reka þau, sko. Nei. Þannig að þetta gengur hrætt og vel fyrir sig og er svona bara auðveldara bæði á mönnum og skepnum. Já, þú ert ljósmóðir af risaskala núna. Hvað ertu að taka á móti mörgum lömbum þegar mest er á dag? Það er þetta svolítið mikið. Þau voru mörg í gær. Það var borið örugglega hugsa milli 40 og 50 ær í gær. Þannig að það eru þá svona 70-80 lömb, sko. Já, það er engin smá törn. Já, og sumir eru náttúrulega bara að koma sjálf í heiminn og önnur þarf að aðstoða en það þarf að taka mótið öllum, sko. Sóttir eins og nafla strengi og koma þeim á spena og koma öllu saman í einstakli stígjur og svo þarf að koma þeim í stærri stígjur og þetta bara svona stöðuflutningur. Einmitt. Ég minntist á rúningin áðan, þú ert alveg frábær í rúningi en er þetta þín uppáhalds ástíð í landbúnaðinum, sauðburðurinn? Nei, ef ég verið hinskilin þá var það ekki. Þetta alveg gaman, sko. Þetta er líka alveg álag, sko, þú veist, fyrir svona viðkvæma sálir eins og mig af því að maður getur ekki, sko, nærveim stundum ekki lifandi og það er svolítið leiðilegt. Já, tekur það inn á þig. En það finnst ég bara, en þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er ótrúlega mikið svona. Það er mikill hasar, þú veist, margt fólk og svona mikið skipulega og þannig og mér líkar það vel, sko. Já. En er ekki líka heitar í fjárhúsunum núna heldur en oft áður af því að það er svo mikil hitabylgja á landinu? Er það ekki auka vesen? Það er bara rosalega heitt, sko. Það er svona 21 gráð úti. Þannig að það er svalara inni en samt það er heitt, sko. Það er erfitt á kindurinn. Þeim er of heitt í rauninni. Það eru bara másandi og blásandi kasólíktagreið. Æ. Og ég segi að það er gott veður annars staðar. Haukur, þú situr úti. Ég öfundaði við talsvert af þessari sígarettu sem þú varst að reykja hérna í... Já, mjög gott að reykja, mæli með þig. Nefnum hruppa. Ég hef ekki ennþá fengið að reykja hér í hljóðveri. Þannig tókstu ykkur að brjóta lög. Herðu, já. Ég er náttúrulega öll í því alltaf. En hvað segiru mér, hvað er að frétta af vestan? Þetta vestan, bara allt mjög gott. Hér eru dalir og fjöll og firðir að koma vel undan vetri. Snjórinn er svona smátt og smátt að hverfa úr fjöllunum. Fólk er farið að flykkjast vestur eins og það vill gera á vorin. Sjálfum þykir mér gaman að ferðast Vestfirði eins og allt landið og einmitt þykir mér maí svolítið bera að. Það er mjög gaman við kannski upplifum ekki eiginlegt vor eins og þau gera á meginlandi Evrópu. En það er eitthvað svona þegar náttúran er að vakna og fuglarnir að snúa heim og fara að syngja sinn söng.
sem engar aðlaðandi. Þannig að ég alltaf mjög glaður að taka, nú erum við á Tjöruhúsinu sem ekki nú tengt messanum neinum hætti, tökum við á móti fólki hvaðan ef að úr heiminum og ég alltaf hálf öfundsjúkur út í fólki sem að koma núna. Ég meina, það var fínt að koma í júní og júlí líka en þetta svona svolítið minn tími. Já. Og fer allt vel á stað. Hvernig staðan, nú hefur talsvert verið í fréttum, svona undanfari, kannski 2 ár, að það hefur þessi stuði í straumur ferðamanna á Ísafjörð, hann setur svip sinn á bæjarlífið og ég ímynda mér að hann fari nú ekki fram hjá neinum. Hvernig þetta að fara að stað og ég meina, hvernig leggst þetta í þig? Ertu ekki orðinn þreyttur á öllum þessum túristum? Nei, blessu verðu, þetta leggst mjög vel í mig. Maður manns gaman á allt það. Við erum sem sagt að koma dagar sem að hingað koma skip, skemmtiferðarskip og það nú svona annað hvern dag. Ég held að sumarið í fyrra hefur verið stærsta sumarið, ég veit ekki, sumarið í sumar verður ekki aðeins stærra og sumadaga hér ekki þverfóta fyrir fólki, það er mjög sérstakt göngulag. Svona, ég geti leikið eftir svona miðjum, maður þekkir það á göngulæginu, það sprankar hikandi, en samt svolítið eins og að sé í dýragarði, bara búið að borga aðgöngum við komið hér að kynna sér staðhætti. Þetta allt voðalega gott fólk og eins og ég segi, mér finnst bara gaman að bærin okkar fyllist af fólki. Það er svo bjartsýnir í góða veðrinu. það er rosalega fallegt og gott. Nei, fólk hefur mikið verið að tala þetta niður og það fólk getur bara flutið Súðavíkur, það sem engin. Ég vil bara hafa fólk hjá mér. Sælega bjór og hlusta á að segja mig sögur. Já. Ef við þá víkja sögunni næst til Suðurlands, þar sem Einar Freyr Elínarsson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, með okkur. Ég ætla nú að byrja á því að segja þér það, Einar, að ég heyrði þig syngja í innslagi á Facebook sem að einhver postaði og þú ert svona góð söngmaður. Hvaðan kemur það? Já, takk fyrir það. Ég gaman að vera með ykkur. Ég hef nú alltaf verið gaulandi eitthvað, sko, og var svona átti mitt gullaldarskeið í ballhljómsveit í gamla daga, sko. Réði síðan svo helviti flottar tónskólastjóra sem búin að gera alveg frábæra hluti og hún óperusöngkona og þannig að ég bara dendi mér í djúpulögin og fór að læra klassískan söng. Hvað flott. Glæsilegt hjá þér. Það mjög skemmtilegt. Ertu bara nýhafinn, ertu nýbyrjaður að læra klassískan söng? Já, 1,5 ár síðan kannski. Já. Það er miklu skemmtilega heldur í bjóstið. Ég trúi því vel. Er lista- og menningarlífi miklum blóma í þínum fjórðungi? Já, það er nefnilega ótrúlega skemmtileg breyting bara sem maður er búin að sjá núna, kemur náttúrulega bara með auknum íbúafjölda. Já. Þá erum við að sjá þá líka bara náttúrulega með mikið erlendum íbúum hjá okkur. Og þeir hafa líka verið rosalega duglegir að svona miðla sinni menningu og með gríðarlega mikið á tónlistafólki sem bara, hefur oft komið fram. Það var svolítið skemmtilegt, þú voru með árshátíð grunnskólans nýlega, þau settu upp glæsilega sýningu, leiksýningu, Kardemumubæinn og þar var hljómsveit sem spilaði undir allt og af 6 í hljómsveitinni þá voru 4 sem eru fæddir erlendis. Þannig að það er svolítið skemmtilegt að sjá svona hvernig fólk að komið inn í samfélagið líka. Já, og má ekki segja að þið hafi svolítið brotið blað á Suðurlandi í því að þýða fundargerðir yfir á ensku og vera með gögn á erlendum tungum? Jú, ég meiri sem með fundi á ensku. Já, meiri sem fundirnir eru á ensku. Í enskumælandi ráði, þannig að það er bara svona viðleitni til þess að opna dyrnar og opna faðminn, sko, og kannski það skemmtilegasta sem ég tek út úr því að það hefur lang mest verið talað íslensku og íslenskt tungumál og hvernig við getum svolítið elt það og vorum að ráða til okkar núna nýverið verkefnastjóra íslensku og inngildingar sem bara svolítið að ná utan þennan málaflokk. Þannig að það er líka skemmtilegt, sko. Fókusin hefur ekkit endilega verið á það að við þurfum að matreiða allt ofan í fólk á ensku. Heldur miklu frekar hvernig getum við auðvelda fólki að læra íslensku og nýta sér íslensku. Þetta er mjög mikilvægt og ég held að þetta sé einmitt þetta sjónarmið, mjög mikilvægt að það komi hér fram að ráðamenn, sveitarstjórnarfólk að minnstu kosti, sé að setja svo púður í að taka vel á móti nýjum Íslendingum.
Já, þú ert komin í pólitíkina. Ég er komin í pólitíkina. Sem fínt. En Aðalsteinn Árni Baldursson, Kúti eins og þú ert kallaðar á Húsavík, er þetta sem að hann Einar var að ræða við okkur, er þetta ekki líka þróunin hjá ykkur Norðurþingi á Húsavík að þarna heyrir þú erlendar tungur allstaðar í kringu þig núna sem ekki var fyrir 30, 40, 50 árum? Jú, það er alveg vissulega rétt, en fyrst á henni byrja því þá allir bara ósköku til hamingju með þátti. Þetta skiptir máli að menn skuli taka hana vinkil að fjalla eitthvað annað heldur en einhverjum lögreglufréttir eins og gert á mótnana. Man hættur að hlusta á þættina á mótnana. Þetta snýst alltaf einhverjum lögreglufréttir stafn að hringja í skemmtilegt fólk eins og okkur og ræða við okkur. En það er rétt hjá þér að það var svolítið fyndið alltaf hér í gamla daga þá kom einn útlendingur sem flytti til Húsavíkur og það var í kringum stríðið og hann var alltaf kallað Mikki Ungveri því að hann var eini sem var erlendi ríkisborgarinn sem kom hingað og býr hér enn og var hann aldraður en í dag er það þannig að eins og okkur hér á skrifstofu Framsýnar þá þurftu hreinlega að ráða bara pólskan starfsmann til þess að annað þessu vegna þess að það er orðið ég veit það ekki, þetta sé ekki milli 20-30% eins og er í þeim landbáði í dag að sem orðnir enskumælandi fólk sem að tala annað tungumál en beint íslenskuna, þannig að það er rétt, þetta er orðið alþjóða samfélag. Já, og núna er akkurat þitt heimasvæði í ákveðinni kreppu og þar á meðal sennilega allmargir starfsmenn af erlendu bergi brotnir vegna kísilversins á Bakka. Er eitthvað nýtt að frétta þar? Er framtíð þess í fullkomnu uppnámi og er eitthvað verið að gera? Já, það er náttúrulega verið að gera helling og ég hef satt fundið að þó ég sé svona söðburðafríi en Heiðar náttúrulega er bóndi en ég er svona bara frístundabóndi en er að reyna að áarfáa kindur en það er bara skiptir ekki máli að við sátum á fundum í allan gerða og búin að sitja á fundum af og til. Gær vorum við Sigurði og hjá Samtökum iðnaðarins og með þeim hjá PCC og svo bæjaryfirvöldum og það er alveg rétt að það gengur ekki vel vegna þess að það er bara verðfall á málmi út í Evrópu og hér erum við með 150 manna vinnustað þar sem vinna sérfræðingar, hámennta fólk og almennir starfsmenn, verkamenn og þarna þessi vinnustað gríðarlega mikilvægur fyrir okkur vegna þess að þarna líka hæstu laun sem við sjáum hér á okkar svæði og þó að víða væri leitað að það eru mjög há og góð laun þarna þannig að og svo láta fyrir sveitafélag, því að Einar er í sveitarstjórnarmálunum að þá hefur þetta gríðarlega þýðingu fyrir sveitafélagi Norðurþing út af hafnargjöldum og aðstöðugjöldum og sköttum og öðru þannig að þetta er verulega mikið áhugjefni sem við höfum að þessu, það er því miður þannig. Þetta er málmálanna núna í þinni heimabyggð, þetta er það sem er helst að frétta. Já, þetta er náttúrulega, þetta er skellur, það er allir að reyna að gera sitt best og ég er búinn að vera að tala líka við þingmenn og gera það síðast í gær og þannig að það er alltaf full út af þessu en svo náttúrulega eru hinir svona önnur starfsemi, ég meina fyrsta skemmtfélagsskipi var hérna í gær, fullu bæra fólki og Húsavík er orðið mjög vinsæll staður fyrir bæði erlenda og innlenda ferðamenn, þannig að hér erum við með öfluga innviði, þannig að það er eitthvað sem við þurfum að bregðast við og bæta bara enn frekar. Og það eru svona stórar framkvæmdir í burðarliðnum fyrir vestan líka en mér skilst að það hafi verið handsalað síðustu helgi kalkþörungaverksmiðja á Súðavík, í Djúpinu bara, já. Veistu eitthvað meira um þetta, Haukur? Nei. Hann Hatti Bæjó sem var hérna bæjarstjóri lengi og formaður sambands íslenska sveitafélaga, Halldór Halldórsson Rögri, hann fer fyrir þessari verksmiðju og þetta er búið að vera ansi lengi í farvatninu. Þessar fréttir að það hefði verið innsiglað eitthvað síðustu helgi hafa farið fram hjá mér, bara búið að vera mikið að gera í vinnunni. Já, ég held að það hafi nú bara komið fjárfesting þetta sé á teikniborðinu. Ég meina, hvað þýðir þetta fyrir Djúpið? Veistu, ég bara, eins og ég segi, ég hef ekki kynnt fyrir umhverfisáhrif og annað. Ég get sagt þér það að við höfum verið að upplifa mikinn gífurlegan uppgang síðasta áratuginn. Og þar skiptir mestu sköpum annars vegar skemmtiferðaskipin, hins vegar Kerecis og svo laxeldi sem er nú umdeilt. En ég sé það sem ungur maður, hafandi alveg upp hérna frá blautu barnsbeini í deyjandi bæ frá 16 ára aldri, að hann svo mikið, og það eitthvað svo fallegt við að sjá hann koma aftur. Ég fer og sæki drengi mér á leikskólan
og það eru ungir foreldrar á dýrum bílum í vel launuðum millistéttarstörfum að sækja 2 og 3 börn og þetta hefur ekki sést hérna í áratugi. Þannig að eins og ég segi, fólk má hafa skoðanir á iðnaði en allavega það fullreynt hérna ef að fólk á að vera hérna þá þarf að hafa vinnu og eitthvað að gera og þá fylgir allt annað í kjölfarið, blómleg menning og mannlíf. En þannig að ég svona, til að byrja með allavega jákvæður gagnvart öllu svona, en að sjálfsögðu tekur maður öllum stórframkvæmdum og peningafólki með skemmtisisma. Já. Þetta einmitt eitt af því sem að ég hef fundið fyrir ítrekað í mínum störfum að það oft annað og neikvæðara viðhorf á höfuðborgarsvæðinu gagnvart atvinnulífi út á landi heldur en í landsbyggðunum vegna þess að höfuðborgarbúar einblína kannski meira á umhverfisáhrif eða eitthvað svoleiðis á meðan lífsbjargirnar eru náttúrulega í fyrsta sæti út á landi. Og í bændastéttin held ég að hafi til dæmis fundið svo litið fyrir þessu. En mér langar Heiða að ég veit að þú þarft kannski að fá að sleppa aðeins fyrr frá okkur vegna þessar annað sem þú stendur í sauðburðinum heldur en kannski hinnir gestirnir okkar. En mér langar Heiða til þess að spyrja þig bara svona heiðarlegar spurningar sem hvers vegna velur þú að búa úti á landi frekar en að vera að vinna einhverja típiska 9-5 skrifstofuvinnu eða aðra vinnu hér á höfuðborgarsvæðinu eins og svo margir gera. Getur aðeins farið yfir það svona með okkur? Já, ég held að það sé nú bara í rauninni einfalt svar. Ég er bara svo mikill sveitavargur. Ég er bara svo mikið, ég er svo nátengd náttúrunni og ég er svo mikil dýramanneskja og mér bara líður betur. Þannig að hafa bara alla þessa náttúru í kringum mig heldur en og allt þetta pláss og mér henta líka vel að vinna hjá sjálfri mér. Ég er ég hef verið í þessu rúmingi og ég var að telja fóstur og ég hef verið bóndi, ég hef mér lætur það vel bara að stjórna eigin tíma og verið í þannig störfum frekar en svona 9-5 vinnu og mér finnst svolítið held ég að mér þrengt að vera í miklu þéttbýli. Já. Hvernig finnst þér hlutskipti þitt og annarra íbúa landsbyggðanna svona í samanborið við höfuðborgarvaldið getur maður kannski sagt finnst þér halla of á sjónarmið fólk sem ákveður eins og þú að lifa þínum lífstíl? Eru allir peningarnir, eru öll ákvarðanataka, hún á höfuðborgarsvæðinu? Upplifir það þannig? Já og nei. Jú, það auðvitað svolítið þannig og strömmunin svolítið þangað en og auðvitað oft svona lélegt þjónustustig á landsbyggðinni og það en það líka má ekki líta fram hjá því að það er líka betri þjónustu Ég get bara ef ég dett hérna í stiganum á Karlsstofunni og bara hlutabratna þá ég bara komin til læknis eftir 10 mínútur og hann örugglega bara við og ef hann ekki við þá kemur hann á skrifstofuna til að sinna þér. En þú gerir það kannski ekki til Reykjavík til dæmis. Og hér eins og Raufarhöfn banki og pósthús sem orðið bara raritet á þessum stöðum landsbyggðinni. Þannig að þetta það allir gangur á þessu en auðvitað flutningskostnaður og allt þetta þegar það erfitt og þannig að þetta verð og náttúrulega fyrir fólk eins og mig sem keyrir mjög mikið vinnu vegna og fjarlægða vegna verður erfitt að eins og umræðum kílómetragjald og allt það Einmitt. Landsbyggðarskattar eru náttúrulega alveg veruleiki. Já. En þetta ótrúlega spennandi umræðefni sem að þú kemur inn á þarna sem eru kostirnir við að búa út á landi. Stundum gleymast þeir í svona miðstýrðri fréttaumræðu okkar sem búum hér í Reykjavík. Já, en mér langar svolítið að grípa með kílómetragjaldið. Nú eins og þú segir, þetta er ákveðin landsbyggðarskattur og það hefur farið kannski svolítið lítið fyrir því í umræðinu eða að manni finnist. Það er verið að leggja þessa skatta á fólk sem er á fátækt fólk og svo fólk út á landi, fyrst og fremst.
ég veit að þið þurfið ofta að keyra langt á milli. Hafið þið einhverja skoðun á þessu? Góðu herrar. Ég skal grípa þennan bolta. Mér finnst ég er svona í prinsipinu ekkert á móti kílómetragjaldi, en mér finnst sorglegt hvað við höfum lítið færst áfram í því að fjármagna samgönguframkvæmdir. Vegna þess að ríkiskassin er ákveðið stór. Ef við ætlum að setja meira af honum í vegamál, að þá tökum við af einhverju öðru. Hvað ætlum við þá að skerða? Þarna hefur bara pólitíkin allavega ekki geta tekið af skarið hvað eigi þá að skera niður til að setja meiri samgöngumál. En ég segi bara, af hverju í ósköpunum erum við ekki búin að nýta Hvalfjarðarmódelið betur. Það hefur bara reynst afskaplega vel. Þannig að mér finnst sorglegt að við séum ekki komin lengra með þetta. Ég er alveg til í að borga fyrir betri veg. Þannig að þetta er svona mín skoðun inn í þessu umræðu. Aðeins ég má, ég meina að borga fyrir þessum þjónustu, ég er alveg sammála einn. Einar en hins vegar þannig við þurfum þá að vera vissum að þessi peningur fari í þennan málaflokk og oft eru lagðir á okkur alls konar skattar og þeir bara skila sér ekki en hins vegar þannig að vissulega þannig að ákveðnu leyti er þjónustan betri en svo allt hitt að það er til dæmis nú búið að vera að skera niður þjónustu víða, opinbera þjónustu og hér hjá okkar svæði var skorið niður fæðingardeild og var skorið skurðstofa og það var skorið niður að menn getur farið hérna fyrir héraðsdómara og þurfa að keyra í burtu til þess að inn á Akureyri í staðinn og til suður í einhverjum tilvikum og til Reykjavíkur og það er búið að skera þessa þjónustu gríðarlega mikið niður og þetta er orðið svo dýrt fyrir okkur að búa á landsbyggðinni og ég tek sem dæmi að ég fer mikið suður og vinn mikið fyrir sunnan og daginn þurfti ég að fara og hitta ráðherra því ég er að berjast þetta ýmsum framfara málum eins og flugi til Húsavíkur og það kostaði mig á kringum 150.000 kall að fara suður á eitt fund og í hverju liggur þetta? Jú, það er ekki búið að setja á kílómetragjaldið, jú, það er bensíngjöldin þetta, það er búið að breyta þarna. En maður þarf að borga í Vaðlaheiðargöng og síðan þarf maður að borga fyrir að geyma bílinn sinn sem er náttúrulega tiltölulega nýr skattur á flugvellinum Akureyri. Flugið kostaði 100.000 og 100.400 krónur til Reykjavíkur frá Akureyri og tilbaka og svo náttúrulega þurfti maður að borga fyrir bílastæði á Reykjavíkurflugvelli og svo mætti maður hjá ráðherra og þá þurfti maður að borga í gjaldmæli til þess að hitta hann og bera upp erindi sem tók 40 mínútur og svo heim aftur. Og ég tala ekki það að sjálfur því miður veiktist ég og þurfti að fara suður til læknis og allt það og Landspítalann tíma að allur bara kostnaðurinn í kringum þetta er alveg gríðarlegur. Þannig að við sitjum ekkert við sama borð og maður finnur alveg fyrir því að svo en við þurfum hins vegar að bara berjast við auknu jöfnuði milli landsbyggðanna og höfuðborgarsvæðis hvað varðar það að sækja til þess bara opinbera þjónustu sem við þurfum að sækja og ég var til dæmis baráttumaður og þurfti að hafa fyrir því innan verkalýðshreyfingarinnar að það var og hefur lengi verið að það er tekið þáttaka í 2 ferðum ef við fara frá Ísafirði til Læknis eða Húsavík eða Höfn eða hvaðan sem er, Þórshöfn og Langanesi svo fór þetta í 3 ár og sko náði í síðustu kjarasamningum þá krafðist ég þess að við legðum það fram verkalýðshreyfingin í að ríkisstjórnin kæmi að þessu borði með okkur með ýmsum hætti og það sem hefur komið fram í fjölmiðlum og þar á meðal að ná inn fleiri ferðum og það skilaði sér í því að hafa bætt við einni ferð sem að sjúkratryggingar taka þátt í ef maður þurfa að fara suður til læknis. Þannig að það er margt svona sem við þurfum að taka á og laga og löngu tímabært. Hvers vegna heldur Haukur að þetta sé einhvern veginn, við stöndum verið standa hérna í stað, við séum ekki komið með bættari samgöngur, það sé einhvern veginn ekki meira samtal við landsbyggðina, nú eigið þið öll ykkar fulltrúa á þinginu, eru þeir bara ekki að standa sig eða er bara ekki hljómgrunnu fyrir hugmyndum landsbyggðina? Það held ég að, stórt er spurt. Ég meina, ég veit ekki. Ég tek undir með síðustu ræðumönnum og það er dálítið skrítið, það er ekkert að því að borga fyrir það sem maður notar, þá þjónustu sem maður þiggur. En þetta er eitthvað stórt og flókið verkefni. Ég held að það séu allir að vilja gerðir til þess að gera þetta vel, en það er rosalega auðvelt og hef ég nú búið í Reykjavík langtímum saman og erlendis líka.
og maður bara einhvern veginn það sem maður og á mjög erfitt að sjá út fyrir þann ramma og oft þegar maður, þegar að fólk fer að kvarta í manni, eða eins og ég segi, þegar maður heyrir ákall frá landsbyggðinni, að þá maður kannski bara ekki opinn fyrir því eða tilbúinn að setja sig í þau spor. Hefur hreinlega hæfileika til þess og ég fyrirgef fólki það svo sem að því að þú veist, það líka ýmis pottur brotinn í Reykjavík og í samgöngu þar. Og svo ég að keyra suður og holóttum vegum og ónýttum vegum og ófært iðulega, víða pottin brotið þar og svo fer maður til Noregs og það eru göngi í öll fjöll. Ég bara meiri pening. Sko, maður velti fyrir sér að það auðvitað, ég hef aldrei upplifað annað eins og holóttu vegina. Nú ég orðin eina þeim sem tala holótta vegi. Og þetta hlýtur auðvitað vera vegna þess að hér fara einhverjar milljónir manns á alls konar bílum og stórum bílum, rútum og svo bílaleigubílum á milli landshluta allan ásins hring. Það náttúrulega þessi landflutningar nákvæmlega sem að fóru þegar strandflutningarnir lögðust af. Allir þessi risastóru vörubílar og maður skíthrættur að keyra. Þetta á veginum. Ég allavega. Ég keyri mikið á milli Mývatnssveitar af því ég ólst þar upp og Reykjavíkur og þetta eru bara, þetta áhættu hegðun að þurfa að mæta kannski að vetrarlagi tugum eða hundruðum þessara ökutækja. Og maður skilur eiginlega ekki hvernig við sættumst á það að allt þetta álag færi á vegina sem áður hafði verið mun umhverfisvænna í hafi. Einmitt. Við erum með svona húrspígrúti sem fer hringir í kringum landið vá, hvað var svo gaman. En svo vill maður fá ferskvöru og ferski fiskur vill komast í flug daglega. Ég veit það ekki, en mér hugsa til afa míns langafa mín sem að gekk yfir Ísilaðan fjörðinn þegar hann flutti úr Ögurvík og inn á Ísafjörð og hugsað til þess að þann leiti sem ég fæðist að þá ekki einu svona djúp vegur. Við erum náttúrulega að ná okkur upp úr kannski það missir þetta sjónarhornið á því, við erum komin inn í svakalega nútíma og við getum öll horft á hvort annað Zoom. En öll þessi uppbygging tekur tíma og peninga og eins og ég held ég var 20 ára þegar djúpið á Malbika loksins og það var hægt að keyra Malbika veit til Reykjavíkur alla leið og sem það ekki langt tími síðan svo við séum gamall. Þannig að ég vil ekki draga á neikvæðinni, þetta náttúrulega alveg ömurlegt og það laga þetta strax og svo flugið allt dýrt. Við skulum ekki draga á neikvæðinni. Smá árangri, Ég tek undir með Hauki, ég tengi vel við það sem hann segir og það sem hann sagði áðan líka með að svona eins og staðan hjá mér núna sko, það uppbygging og mikið að gera fyrir 15 árum að þá datt mér ekki í hug að ég geti búið hérna fyrir austan. Nei. Ég ætlaði að fara að verða rockstjarna einhvers staðar. Á mér þann draum ennþá sko, en þetta bara búið, og það kannski það sem skiptir máli, þetta búið að gerast alveg ótrúlega hratt. Já. Á meðan að við erum búin að búa við alveg sko stöðuga miðstýringarstefnu af hálfu ríkisins áratugum saman. Að þá greinilega tekur líka smá tíma einhvern veginn að breyta þann kúrs vegna þess að við erum á miklum villigötum finnst mér ef við ætlum að halda áfram þessari miðstýringu því að sko það ekki allir sammála mér en þegar ég segi sko að hún meikaði sense þessi miðstýring þegar að það var stöðugur samdráttur og fólksfækkun á landsbyggðinni en nú það bara ekki raunin þá þarf aðeins að breytum stefnu. Einmitt, Heiða, ég veit að þú vilt sleppa aftur í verkin. Ég held að Heiða sé farin. Hún þurfti að skjótast. Ok, en ég ætlaði einmitt að taka þennan bolta núna með svona aukin lífvænleika þess að búa út á landi. Það náttúrulega ferðaþjónustan alveg gríðarlega stór þáttur. Og ef að byrja á þér í því samhengi Kúti, Aðalsteinn á Húsavík, það náttúrulega sko hafnarsvæðið þarna hjá ykkur á Húsavík náttúrulega nánast á leið með að fara á heimsminjaskrá UNESCO. Þetta búið að vera svo glæsileg uppbygging, hvalaskoðun orðin alveg gríðarleg sprauta og ekki ansi blómlegur akkurat núna ástíminn þegar svona ferðaþjónustan hrekkur í gang. Jú, það sko, það má við erum svo heppin að við, eins og þú veist nú, komum til Mývatnssveit að við búum á fallegasta landsvæði landsins, það Þingeyjarsýslurnar og auðvitað sækir fólk hingað og það alveg rétt hjá þér að það
það er búið að vera undanfarna ára alveg gríðarlega mikil hérna uppbygging í ferðaþjónustunni og svo hafa menn líka verið frjóir, ég meina Baðlóni, Mývatnssveit, sjóböðin á Húsavík sem bara heitur sjó sem kemur bara upp á jörðinni og hefur mikið aðdráttarafl. Hvalaskoðunin, það bara aukning í henni og hvalurinn hérna Skjálfandi fullur af hvali núna og bærinn bara fullur strax og hérna af ferðafólki þannig að það er bara gríðarlegur uppgangur í ferðaþjónustunni og svo líka það sem náttúrulega gleðilegt að því við erum að tala samgöngumál þá hafa menn verið að opna það og bæta vegasamgöngu við þessa helstu náttúruperlur. Það er búið að gera kraftaverk eins og við í Goðafoss varðandi bara aðgengi ferðamanna og svo náttúrulega með Dettifoss sem náttúrulega vatnsmesti foss í Evrópu ef ég man rétt og hérna það er búið að gera fínan veg og sem tengir þá norðursvæðið í Kelduhverfi við Austurlandið og okkur betur bara þannig að það er búið að vinna hér í samgöngumálum og svo í uppbyggingu ferðaþjónustu sem hefur farið saman sem hefur tryggt okkur þetta hérna þetta er bara búið að ganga alveg ótrúlega vel og hérna bara gaman að því. Það er rætt að taka gjöld af útgerðinni. Nú er ferðamannaiðnaðurinn orðin svona önnur útgerð. Þurfum við ekki að fara einhvern veginn að ræða það að innheimta kannski hærri skatta eða gjöld af þessum gullkálfi? Örugglega þurfum við að gera það en ég bendi hins vegar á það, ég vil bara sjá það að við séum einhverja sanngirni almennt í skattheimtu, hvort sem það er að gengja að einhverjum náttúruperlum eða því sem er í sjónum eða hvað sem það er að auðvitað er þannig að skattheimta á rétt á sér á vissu markin. Ég bendi einhvers eins og áðan að því að ég var að stríða félögum mínum hérna sem komið að þingmennirnum voru að duglegir að koma og ég var að skjóta á sjálfstæðismenn af því þeir hafa talað að þeir séu á móti skattheimtu en þá bendi ég bara á þetta dæmi sem ég sagði ykkur frá áðan að maður þurfti, þetta var mikið lyftistöng að fá aðalgöng, ég talaði þau aldrei niður, þetta er gríðarlega mögnuð samgöngubót fyrir Austfirðinga og Norðlendinga, sérstaklega og aðra þá sem þurfa að fara en vissulega þannig maður að borga í þetta og maður þarf alltaf að borga fyrir að geyma bílinn sín á Akureyri, geyma og líka í Reykjavík að borga fyrir það, þannig að þetta er orðið svo mikil endaleg skattheimta og ef að þetta heldur bara áfram að þá veit ég ekki hvernig eiginlega verður komið fyrir okkur sko. Við erum bara í því að 90% af laununum fer bara í að borga skatta. Já, ég nú svona aðalega, ég nú kannski ekki beint að tala einstaklingar sem ferðast á landi, ég meira að tala ferðaþjónustu fyrirtækin sem að hafa svona hingað til fengið svolítið að svona strjúkum frjálst höfuð. Er það? Já, vilja sumir meina. Nú eru komugjöld, er ekki búið að samþykkja þau og ferðaþjónustan vælir ógulega undan þeim. Það er náttúrulega vælt alltaf undan öllum skattahækkunum. Hér þóttar séu viðurkenndar í kringum okkur. Einar, ert þú með einhverja skoðun á þessu? Já, ég hef vel miklu skoðanir á þessu. Ég ef að ríkið ætlar að fara að innheimta meiri peninga af ferðaþjónustunni sem að eru umtalsverðir, sem eru að renna í ríkissjóð, nota bene, þá finnst mér þurfa að eiga sér stað ákveðið samtal milli ríkis og sveitarfélaga um það hvernig þau ætla að skila til okkar. Vegna þess að héðan er að renna til ríkisins talsvert mikið meira heldur en er verið að leggja í þjónustu sem við erum að þiggja. Þannig að þetta er ákveðið samtal sem ég held að þurfa að eiga sér stað. Sko. Og nákvæmlega eins og kannski hefði mátt gera með veiðigjöldin, mér er alveg saman útgerðirna sem slíkar og fyrirtækin þá að hugsa samfélögin, það hefði verið í lagi að ræða við sveitarfélög. Og ég segi bara, ég óttast að það verði sama aðferðafræði höfð á með ferðaþjónustuna. Það er að segja að þau samfélög sem að byggja allt sitt á þessum atvinnugreinum, að þau fá ekkert að segja um þetta. Mér finnst það, ég geld varhuga við því. Þér finnst vanta virkara lýðræði út á landi? Hvað segirðu? Þér finnst vanta virkara lýðræði úti á landi? Já, það má alveg segja það sko og bara að við sjáum að við séum að fá eitthvað fyrir þá skatta sem við erum að greiða sko. Því að það er bara ekki upplifunin. Algjörlega stefnuleysi í heilbrigðismálum, við vitum ekkert og það gildir bara all landið. Við vitum að við erum að byggja landspítala og síðan eiginlega bara that's it. Hvað með að tryggja læknistjónustu út á landsbyggðinni? Og ég hef verið ennþá meiri dark horse innan minnar stéttar og meðal minna kollega þegar ég segi ég myndi bara vilja að sveitarfélögin tækju fleiri verkefni að sér.
Já. Ég myndi bara vilja geta reikið heilsugæslu vegna þess að ríkið ekki að gera þetta almennilega. Og það er við aðeins sem einar að tala það er það sem að ég held að sé reiði og óánæmi hjá mörgum með þetta sem hann kemur inn á með það að sko þegar menn að tala að leggja vegna skatta á ferðaþjónustuna eða þá á hækka veiðigjöldin og annað þá vantar svolítið að mínum að samtala milli aðila þetta í fyrsta lagi og svo öðru lagi eins og þetta sko með því að auka skattheimtuna hvað ætlar maður að gera við þennan pening en eins og með veiðigjöldin þá heyrir maður eftir á þegar stjórnin er komin í svona vörn að jú, við ætlum að skila þessum peningum að hluta til í innviðauppbyggingu á landsbyggðinni en það kemur eitthvað svona á seinni stigum kemur þetta fram. Ég vilja sjá bara strax í upphafi við ætlum að hækka veiðigjöldin í áfengum og ætlum að ná svo mörgum milljörðum út í því og 80%, 60% eitthvað af því fer í innviðauppbyggingu, fer í því að til dæmis gera göng fyrir vestan eða fyrir austan sem er löngu tímabært og þá betri vegasamgöngur. En það vantar þetta allt saman. Það er bara eins og við skulum bara hækka þetta helming og aðgengi að einhverjum náttúruperlum þetta en svo fylgir vantanum með þetta sem einar að koma inn á að það verði þó eitthvað þessu eftir á stöðunum. En nú er stundur sagt... Nú er ég veit í umræddri ferðaþjónustu, ég veit ekki hvort ég þess, ég er í veitingamaður, ferðamenn heimsækja mig oft og ég vil fyrst og fremst hækka skatta og álögur á millistjórnendur, starfsmenn ríkis og borga og lengja vinnuvikuna hjá þeim. Það er alltaf lokað þegar þeir eru að fá þjónustu þarna. Lenging vinnuvikuna, styttana hjá sjálfstæðum atvinnurekendum. Ég þekki engan þeim er í þessari styttingu vinnuvikuna nema fólk sem vinnur á leikskólanum. Og en samt í alvöru eins og þessi þið komugjöld á skemmtiferðaskipin sem tóku gildi nú áramót eru alveg crazy. Eins og ég segi, ég vil sjálfsagt að taka skatt af þessum skemmtiferðaskipum en aðferðafræðin eins og þetta var sett á fyrirvaralaust á seldar ferðir sem hefur orðið til þess að það er hrun í bókunum við 2026 af því að þetta þykir þá ekki vera stabíll markaður. Af því að þú veist, einhver kaupir sér ferð með Royal Princess Navy Cruiser á 500 skall og útgerðin sem er alltaf farin að borga auka 2000 krónur per viðkomustað per dag, per farþega. Eins og ég segi, þau hafa alveg eftir að borga þetta og í orkinni þessum skemmtiferðaskipum ekki neitt og fyrirtækjunum sem reka þau. En eins og það þá er þetta, þú veist, þykja þetta bara ekki góðir stjórnundarhættir, myndi ég halda, þegar það er ekki fyrirsjónleiki þegar menn eru að gera sín plá og við erum að sjá það að það verður, ef fyrir sem horfir, verður mun færri heimsóknir á næsta ári. Hefði verið eðlilegra að gera þetta kannski í einhverjum þrepum? Ég held það. Þannig að, já, ég held að það sé, eins og ég segi, við vaða alltaf að stað, bæði í því þegar kemur að reyna að gera hluti eins og að reyna að græða á ferðamönnum eða græða á náttúrunni, græða á auðlindunum. Þá vöðum við fram í einhverjum lukkuridaraskap og þurfum síðan að plástra allt saman þegar allt verið úrskeiðis. Sömuleiðis á þetta við tilraunir okkar til skattheimtu og gjaldtöku. Mér finnst alltaf lítil fyrirhyggja og kannski hlutinni gerðir dálítið þautalega. Jú, samtalið kannski ekki alveg til staðar eins og þið verðist vera flest sammála Akkurat. Já, það fær nú að líða lokum hjá okkur og frá þessum fyrsta þætti af auðlindinni sem að þið sannarlega eruð, góðu gestur. Kannski bara svona lokum, Haukur, mig langar svo að hvað er á döfinni? Nú ert þú mjög menningarlega sinnaður og ég veit að það er mikið í gangi á Ísafirði. Getur þú sagt okkur aðeins hvað er að gerast helgina? Hvenær eigum við að koma til þín? Við komið bara strax krakkar, þetta verður geggjað. Ég veist helginni, það er ekki mikið að gerast á þessari helgi. Næsta helgi verður rosaleg, það er útskrift úr menntaskólanum og bærinn fyllist af gömlum ísfirðingum, útskriftar árgöngum, ég held meðal annars upp á 30 ára fermingarafmæli, erfitt að ímynda sér það ef maður horfir á mig. Ég held að það sem svo er tónlistarhátíðin við Djúpi sem verður í júní. Eins og ég segi, allar helgar það er fullt af einhverju rugl að gerast og endilega bara komið. Það er skemmtilegt að það eru fáir, þá getum við verið náinn og spjalla saman.
og það líka skemmtilegt þegar allt fullt af fólki. En ég held að sjómannadagshelgin hefur ekki verið jafn glæsileg í áratugi. Heyrðu, einmitt. Bæði á Suðureyri og í Bolungarvík. Akkurat. Og það sjómannadagshelgin auðvitað ein af þessum mikilvægu helgum í lífum svona lítilla plássa. Hvað eru þið sjómannadagsmenn hinnir? Ég náttúrulega bara bý hérna við svarta strönd og enga höfn, þannig að ég óttalegur landkrabbi, í mér. En nú bara farið að voru. Ég náttúrulega, ég hefði þetta átt að vera alþýðlegur og vera í fjárhúsinu heima, eins og Heiða var, því að það sauðburður á fullu og ég að fara þangað og eftir að marka. Já, góður. Þetta á minn hug þessa dagana líka. Já. En hvað það svona sem helst á döfinni ef þú horfir til þinnar heimabyggðar? Eru einhverjir seglar núna á næstu vikum sem að eru einhverjir viðburðir sem eru betri ástæður en aðrar til þess að við sem erum stundum í því að ferðast innanlands ættum að líta við hjá þér og þínum? Ég held að við séum alveg rosalega upptekin við að þjónusta ferðamenn. Já. Og gefum okkur of sjaldan tíma en ég skal senda ykkur boð á skemmtikvöld búnaðarfélagsins sem verður vonandi lókmánaðar. Já, það eitthvað. Ég var enda þá þáttinn Norður og Húsavík hjá þér, Aðalsteinn, hvað ber hæst í menningu og viðburðum svona á næstunni hjá þér? Já, það sem ég veit ekki hvað að segja, það náttúrulega, eins og ég var að tala bara áðan að það meira bara það að menn að koma, við erum náttúrulega með öflug söfn sem að menn að sækja í, bæði byggðarsafn og svo erum við náttúrulega með sjóminjasafnið og svo erum við með Eurovision-safnið sem náttúrulega vinsælt núna meðan að Eurovision-hátíðin að tröllriða öllu og ekki á laugardagskvöldi sem svo úrslitakvöldi, þannig að það svona bara svona almennt bara það kannski ekkert, ég veit það að koma stór kórur úr Reykjavík verður hér helgin og Akureyri og Raufarhöfn að syngja og dvelja hér í einhver 2-3 daga, 70-80 manna kór og þannig að það ég held svona bara svona almennt bara menn bara að nýta sér það að fara hér bara á veitingastaði og sjóböðin og konaskoðan, það bara inn núna. Geggjað. Ég langar svo norður. Ég kem bráðum. Ég haukur ef það ekki alveg búið. Ég heimsótti því tvisvarsinnum á síðastliðið sumar og kom og borðaði hjá þér. Var ekki bara gaman? Jú, það var bara æðislegt. Bara æðislega því að ég nefnilega tengið svo mikið sjónum að því að ég var að tala um sjómannadaginn. Það var þannig að sjómannadaginn því miður víða líðandi lok víða land en í sjávarplássunum en það alltaf gott að fá góðan mat þessu á þér. Þú ert snillingur. Velkomin. Ég verð að skjóta að ég steingleymdi að það þetta Mýrdalshlaupið hérna í lok maí sem þetta bara eitt glæsilegasta hlaup sem skipulagt á landinu bara upp á Reynisfjall og upp á Höttu og geggju náttúra hérna. Ég hveti ykkur til að reyna að verða ykkur út miða í Mýrdalshlaupið. Hvað það langt? Það hægt að fara, ég ekki geðveikur þannig að ég fer ekki 21 km, ég fer hins vegar 10 km. Þeir eru bara svona þægilegir, þá fer maður upp á Reynisfjall og ég að horfa út glugga núna, nú fullt af paragliding. Einar, við haukurum tilbúin að koma til þín og þarna var ekki, hvað var það, búnaðarsambandi, hvað var þarna? Já, búnaðarfélagið, þið komið í það. Já, við erum til í að koma það, við mætum. Já, við hittumst það. Það búið að vera frábært að hafa ykkur hér í þessum fyrsta þætti félagar og kæra þakkir fyrir að taka þátt í þessu tilraunaverkefni með okkur. Þessi þáttur var kannski mörguleyti pínleiti snúnari heldur en vonandi þeir sem eftir koma. Já, þetta var svona frumraunin. Þetta var frumraunin og þið þurftuð að bíða svolítið eftir okkur og við erum bara ykkur mjög þakklátir fyrir að gefa okkur þann tíma sem hefur þurft og ef ekki bara að kveðja þá þessa góðu vini okkar hér að sinni, María Lilja, en ætlum við að tala aðeins lengur saman? Já, það væri nú bara ágætt. Þannig að þakka ykkur kærlega fyrir innlitið hérna í gegnum Zoom. Þetta bara búin að vera algjör draumur að fá okkur. Þökk sé tækninni. Mikið gott að sjá svona í öll horn. Mjög gaman að heyra í ykkur og bestu kveðjur í ykkar fjórðunga. Og bara sjáumst í sumar. Já, gerum það. Takk fyrir, gaman að vera með ykkur. Já, bless. Bless.
Heyrðu, hvað tekur út úr þessari tilraun okkar að hérna, fannst þér einhverju leyti að sjónarmið og það sem vorum að heyra fólki segja ekki alveg nákvæmlega sama umræðan og í 101 eða eitthvað? Nei, hún er það nefnilega ekki. Hún er með ólíkum hætti og hérna, þess vegna er þessi þáttur að ég held mjög mikilvæg viðbót. Eins og það heyrir þá eru þetta, það er svona skipta skoðanir á ýmsum framkvæmdum og hérna, og kannski, ég vil ekki segja gremja, en það eru þetta svona eins og svona særindi kannski yfir því hvernig við veljum að sko annars vegar innheimta skatta af byggðarlögunum en skilum þeim ekki einhvern veginn aftur tilbaka. Já, mér heyrist þér allir þrír vera gegn hækkun veiðigjalda sem dæmi og það var talað um sveitarfélögin, hverju þau hefði ekki meira að segja og var ekki betur hlusta á þau. Já, það var hreinlega bara einmitt og það sko, og þetta var af því að það hefði vantað samtalið. Það hérna, og ég held að ég sé alveg sammála þeim í því þó ég sé mjög hlynnt gjaldtökunni, þá eru þetta ekkert að því að taka samtalið bara og gera hlutina hægt og í samvinnu og bara einhvern veginn þannig að allir komi sáttir út úr. Ég veit ekki, ég er bara eitthvað svona rómantísk og glöða því að það er svo gott veður. En svo fannst mér líka svo skemmtilegt að Heiða skildi lýsa líka kostum þess að vera í fámennri byggð, sko hún er í Þistilfirði. Það verður varla einangraðara og fámennara heldur en þar og sko hún sagðist samt bara að vera 10 mínútur til læknis ef hún myndi puttabrotna og taldi svona fleiri kosti og það er annað sem ég held að þáttur eins og þessi geti kannski breytt, það eru þessar staðalmyndir sem við höfum að hérna auðvitað er sumstaðar út á landi bara meiri og betri þjónustu að fá heldur en við getum nokkur að láta okkur dreyma hér á Reykjavíkursvæðinu. Ég var svo heppin að fá að búa á Hólmavík eitt sumar hérna fyrir 2 árum síðan og það sem ég tók fyrst eftir var að ég fekk alltaf tíma samdægurs hjá heimilislækni. Já. Sem var bara eitthvað sem ég held að ég hafi beðið lengst hérna í 2 mánuði eftir tíma já, hérna heilsugæslu miðbæjar þannig að þetta voru mikil viðbrigði að geta bara hringt í læknin og hérna fengi að koma eftir klukkutíma en það er það sem að ég kannski svona tek einnig helst úr þessu er að við þurfum einhvern veginn að svona eiga í virkara samtali við landsbyggðina hvað hún þurfi og ég held að heilbrigðisþjónustan hún þó að sé góð á margan hátt þá er hún líka þá vantar í þjónustuna á annan og eins og bráðaþjónustan og hérna ég meina fjórðungssjúkrahúsin þetta er eitthvað sem er bara ekki til út á að þjónusta fólk á landsbyggðinni einhvern veginn í gegnum Reykjavík að þetta er bara býður hættunni heim. Einmitt upptalning Aðalsteins Árna Baldurssonar á Húsavík allt það sem hafði horfið úr bænum það var bara önnur hver stofnun þarna er farin og hérna mjög sláandi að heyra hann telja það upp en sko lífið er nefnilega og samfélögin okkar eru miklu flóknari þetta er ekki einsleitt og stereotypað eins og okkur finnst það oft vera ég held að það sé búið á Sauðárkróki mér fannst það alveg frábær staður en sko blaðamenn í Reykjavík að spjalla Sauðárkrók munu væntanlega bara tala að þar sé allt í eigu Þóróls og KS og þar sé engin frjáls sál vegna þess að allir séu undir hrammi kaupfélagsins svo þegar maður prófar að búa þarna þá er bara geggjað að búa þarna og það er svo margt sem að sko og það er líka svo hættulegt að tala bara landsbyggðina ég fyrir nokkrum árum tamdi mér að reyna að tala landsbyggðirnar og þær eru eins ólíkar og þær eru margar í rauninni. Mér þykir það fallegt, landsbyggðir. Já, þannig að maður sér bullandi tækifæri fyrir þátt eins og þennan er það ekki, ég meina það er nægur fjölbreytileiki og Jú, það held ég og hérna, já. Það sé nokkuð ljóst. Já. Og hvað segirðu með fjöldan? Við vorum með 5, þau voru 4
hvað ættum við að satsa á í framtíðinni þetta á að vera vikulegur þáttur, alltaf í beinni útsendingu klukkan 16 á 50 dögum. Hvað sýnist þér með fjölda viðmælenda? Bara eins margir og vilja. Tæknin auðvitað gerir okkur kleift að tala við óbúslega marga, en tímarammin er kannski knappur, þannig að þetta var bara mjög notalegt í hérna svona 6 mánaða spjall. Ættum við að huga þemum, allavega stundum, eða ef við bara leyfa orðin að vera frjálst eins og var í dag? Ég er bara nokkuð spennt að vita hvað hlustendur og áhorfendur hafa það að segja og hvet þau sem að áhlýtu og horfðu að hafa skoðun á því og senda okkur post á samstöðinni eða bara í gegnum Facebook eða bara kommenta á Facebooku mitt eða hvernig sem ykkur dettur í huga að koma til okkur skilabóðum að bæði með viðmælendur ef þið hafið áhuga eða viljið heyra í ykkurum úr ykkar byggðakjarna þá ekki hika og ég held að Einmitt, gera þetta saman gerum þetta saman auglýsum eftir ábendingum viðmælendur og fréttaefni og þemu og annað slíkt en ég hefur þá ekki bara að segja að þetta er gott í dag Jú, þá held ég að þetta sé bara komið hjá okkur í dag Takk fyrir að vera hérna með mig Björn Já Reykjavíkur stúlka og sveitapiltur kveðja að sinni fariði út í blíðuna og njótiði hins góða veður sem umlíkur bara alla eigin okkar og missið ekki rauðaborðinu í kvöld stundvíslega klukkan 8 Einmitt, þá verður nú heldur betur fjör Takk fyrir okkur, verið sæl